Haraldur Ólafsson, formaður Heimsinnar, velkomin aftur í sama viðtalið. Þakka þér fyrir. Gaman að fá þig. Herðu, ég langaði að spyrja þig bara strax út í ég fór aðeins að skoða þig. Hvað gerir þig að réttu manneskjunni til að tala á móti ESB? Þú veist, ert ekki veðurfræðingur? Jó, ég er veðurfræðingur, sko. Ég get bara ekkert svarað þessari spurningu, sko. Hún er bara of þung fyrir mig og ég er ekkert viss að ég sé endilega rétti maðurinn til þess að standa í þessu. Nei. Það eru svona röð tilviljana sem að veldur því að ég fer þarna í forsvar fyrir Heimsinn og það gerðist sko á friðartímum. Svo skellur þetta allt í hennu á og okkur að óvörum. Ok, love it. Sko, það sem ég er svona mest að pæla í, það er hvaða áhrif hefur Evrópusambandið á svona hernaðar skyldu og svona hernaðar bara, hvað myndi ég segja, öryggi landsins. Já, þetta, ég finnst þetta vera eina lykilspurningunum og svona, mér finnst þetta vera stærri spurning heldur en mjög mörgum öðrum finnst í mínu þessu félagskap. Ég sjálfur mjög andsnúin því að Ísland tengist þessari hernaðarmaskínu sem að er í flestum öðrum vestrænum ríkjum, bara flestum ríkjum í heiminum og við horfumst í það, augum við það núna að Evrópusambandið vill eignast her. Það virðast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her. Og sko, mér er reyndar búin að tala um þetta lengi. En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það er komin smá her, sko, 5.000 manns 5.000 manna herdeild sko sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her sko eða það er svona svo stríðið í Úkraínu sko, það heitir ekki stríð heldur einhver svona aðgerð og sko Bretar eru farnir þeir voru alltaf á bremsunni og nú eru þeir farnir þannig að þá mun þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð þarna í Úkraínu þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu her. Gætið þú séð þig fyrir mér þú stíða með byssu í herbúning? Ég veit ekki hvað skal segja sko það er bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svo erum menn að velta fyrir sér herskild og svona og það er auðvitað engin leið fyrir mig að svara neinum það hvernig að eiga manna þennan her sko, núna er herskilda svolítið í tísku, hún er komin aftur í lög í Króatíu og hún er svona, þjóðverjar eru komin hálfa leiðin í herskildu aftur en fyrir 40 árum, 30 árum síðan þá var hún á leiðinni út sko þá var þetta alltaf svo flókið sko herinnir vildi ekki fá einhverja unglinga sko sem voru bara rétt búin að læra á réttu takkana sko þegar þeirra tíma lauk þeir vildi bara fá atvinnu hermenn. Já, ég skil. Og ég veit ekki, mér finnst svona líklegast sko að herinn verði að minnsta kosti í upphafi mannaður með atvinnumönnum og þá verður þetta auglýst eftir slíku á Íslandi eins og annars staðar og þá allt í einu er þessi menning komin til okkar sko, þá verður alltaf í hverju einasta fjölskylduboðið fyrir það síðar verður einhver sem hefur verið að þjóna í þessum Evrópu her, það er alveg viðbúið og þau svona þau átök sem fylgja því verða örugglega töluverð sko, því að það er gríðarlega andúð á hermennsku á Íslandi, miklu meiri heldur en mjög víð annars staðar í Evrópu. Þannig að þetta gæti nú leitt ýmislegt leiðinlegt. Ég skil. Ýmislegt leiðinlegt í för með sér. Sko, afleiðingar af inngöngu Evrópusambandsins eru hái reikningar til íslenskra alþýðu skrifaði þú í grein sem birtist á Vísi. Hvað væri það sem Íslendingar væri að borga fyrir? Getur hann sagt mér frá því hvað myndi kosta landið að fara í Evrópusambandið? Já, ég bara þessi listi langur, sko. Ég skrifaði þetta grein 30. apríl í Moggan sem að margir hafa talað og sko, félagsgjöldin eru há. Það er bara 30-40 miljardar, sko. Það eru svona næstum því 1/4 heiðagöngu á ári. Svo hýrðir Evrópusambandi tolla af öllu dóti sem við kaupum í Ameríku og Asíu. Og það eru þó nokkuð margir miljardar líklega einhverstaðar bilinu 10-20
og þá segir Evrópusambandi að þið getur bara keypt út í Evrópu, þið þurfum ekkert að vera að kaupa út í Ameríku, en það getum við eiginlega ekki gert vegna þess að við erum líka að selja dót til Ameríku, selja fisk og ýmislegt sko, og við viljum ekki tapa þeim mörkuðum sko, í einhverjum svona tollastríðum. Svo segir Evrópusambandið, þið eru lítil og eru með allt og lítil ráðuneyti og litla stofnanir og getið ekki gert allt sem að sko, við viljum að þið gerið. Þið þurfum að ráða fleiri fólk. Og það er bara svona margir sem að þarf að ráða, sko, það eru bara 20 manna inn í hvert ráðuneyt, það eru svo margar stofnanir á Íslandi, Seðlabankastjóri, sko, það var í umræðu Seðlabankan, hann á fundi sem að var núna 2. júní, var talað að þyrfti að manna 62 nefndir. 62 nefndir? Já, ef hérna, bara sko innan verksviðs Seðlabanka, ef hérna Ísland gengið þann inn. Og þetta er ekkert skrítið því að ég meina Evrópusambandi er 400-500 miljón manna samfélag og það er bara með rosalega stórt stjórnkerfi og það allar eitthvað að fara að tala við stjórnkerfi á Íslandi og það vil bara hafa menn svona sem geta ringt í og alls konar smáatriði og þessi stækkun á íslenska stjórnkerfinu sem að bara beinlins er gerð krafa hún er ofsalega dýr. Ég vil bara frekar sko annarkvort lækka skatta eða bara ráða fólki að kenna okkur að lesa sko heldur en að fara að borga fyrir eitthvað svona. En væru þetta Íslendingar sem væru ráðnir í þessu? Já, því að við getum sótt starf þarna, ég og þú og hérna maður sitja í einhverju nefnd sko og getum örgulega leista vel af hendi báðir tveir, ég hugsa það og svona sett okkur inn í einhver mál og svo framvegis sko og svo er það herinn, það er mikil kostnaður þar náttúrulega, ég meina þetta er planið núna sko er 800 miljardar evra hlutur Íslands er 200 miljardar þetta er ofslega háar tölur sko 200 miljardar, það eru göng sko þarna fyrir austan í Fjarðarheiði, við erum að tala sko þegar allt er lagt saman sko þá erum við bara komnir upp í hátt í 10% af bara tekjum ríkisins þetta eru alveg ofsalega miklu penningar sko. Svo fæst eitthvað tilbaka maður bara veit ekki hvað það er en við vitum þó að það er miklu minna. Ég heyrði þú sagði við Baldvin áðan að það myndi allt verið stopp í landbúnað og fiskinum þegar viðræður væri Evrópusambandið. Já, við vorum að tala sko af hverju við ættum ekki vera að sækjum ég meina, maður á ekki að sækjum aðild að félagi, maður vil ekki ganga í það og þá menn vilja sækja aðild til þess að kíkja í einhvern pakka en við vitum alveg að pakkin er tómur sko, það er ekki díónum sem við ekki vitum hvað er það er ekkert að semja eitthvað sko, eitthvað sem Evrópusambandið sko, sem annarkvort rennur út á örfáum árum með Evrópusambandið kæri sig svo ekkert að standa við alveg eins og þeir stóð ekkert við samning við Íra eða samning við Ísland verslun með kísilmálum þetta kostar óslega mikið að fara í þetta aðildarferli, það fer allt í uppnám sko, kostar marga miljardar, ríkisstjórnin segir 2 miljardar en það mun kosta meira, innanbúðar fólk úr ráðuneytunum segir mér að þetta sé svo mikil vinna að það fara svo margir í þetta að 2 miljardar er algjört vannmat sko. Við fengum styrk frá Evrópusambandinu upp á 8 miljardar til þess að vinna þessa vinnu í síðasta aðildarferli og sá styrkur átti ekkert að dekka nema bara hluta af kostnaðinum það voru 8 miljardar sko. Og svo þetta með landbúnaðinu sjávarútveginn sem að þú nefnir sko, það er bara og sjálfsagt við með aðrar greinar sko, ég meina, menn veit ekki hver framtíðin er, þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu, einhver tæki, menn er ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum þegar þeir veit ekki hver framtíðin er. Það er ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir mun allir fara í frost. Það mun ekkert gerast á því svið þannig að það er mjög margt sem að mun bara fara í frost En hverju breytir það til dæmis mig að einhverju ríkimenn á Íslandi eigi fiskinn eða einhverju þjóðverjar hvað hefur það áhrif á mig? Það skiptir allir máli sko því að þú getur sko, þú færð að borga þetta náttúrulega þú færð að borga þennan reikning sko bara í meiri sköttum eða læri launum eða einhvern veginn hærra vöruverði og svo auðvitað sko sýndi það sér nú bara síðast á Alþingi að Alþingi á fiskinn Alþingi ákvað að hækka skattinn, veiðigjöldin og bara gerði það gerum við ekki
ef Evrópusambandi á fiskinn sko, ef Evrópusambandi heyrði hluta af þessum kvóta, nei, það stendur ekki til boða. Og við erum í þeirri stöðu að ráða okkur sjálf sko, og það kom ég einmitt í ljósi í þessu, þetta rosalega góð spurning vegna þess að hérna, hún bara ekkert rædd. Alþingi getur skattlagt hvert sem það sýnist alveg út í ystu myrkur. Þegar við erum komin inn í Evrópusambandið þá verður það ekkert gert. Þegar við erum komin inn í Evrópusambandið, þá alþingið hérna heima, ræður það engu? Miklu minnu heldur en að gerir. Lög og reglur Evrópusambandsins, það hafa forgang. Og það er bara rosalega mörg lög, sko, 170.000 síður, sko, á mjög mörgum sviðum. Og hérna, sko, það er það sem er svo sniðugt í svona samfélagi að hafa það sem við köllum lýðræði, að við getum kosið þá sem að setja lögin. Kannski erum við bara ónæð með hverjir það eru, gera einhverja vitleysu, þá bara kjósa aftur eftir 4 ár og fáum einhverja aðra inn. Já. Og það er besta fyrirkomulag sem að ég þekki. Og ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá bara koma lögin í tölvupósti og jafnvel þótt að allir Íslendingar sjáu að einhver lög séu hræðilega vond, sem að gerist náttúrulega fyrir það síðar, þá er engin leið að losna við þau. Það verður bara sektir og refsi að gerði, sko, ef við hundum þau. Þetta er rosalega vond hugmynd, sko, að láta einhverja aðra stjórna sér. Þetta er eins og taka allt sparifé sitt og setja það í pappakassa út í garð og bara í trausti þess að það muni aldrei hverfa. En gætu við ekki farið inn í Evrópusambandið og gengið síðan út úr því? Það er mjög erfitt. Bretar rétt sluppu, þeir hefði ekki sloppið ef þeir hefði verið búin að taka upp evru. Allir þeir blaðamenn sem ég hef talað við, ég er búin að tala við mjög marga, þeir eru alltaf að hringja og spyrja þessi mál. Þeir eru sammála það að Bretar hefði ekki sloppið út ef þeir hefði verið búin að taka evru vegna þess að það hefði orðið áhlaup á efnahaginn bankana. Bretar sluppu út vegna þess að Þjóðverjar og Frakkar vildu umfram allt selja dótið sitt á Bretlandi. Það er bara frönsk vín og ostar og bílar frá Þýskalandi. Þeir gátu ekki hugsa þá hugsun til enda að tapa breskum markaði. Þess vegna urðu þeir að semja. En Bretar greiddu rosalega hátt lausnargjald, mjög hátt. Og það sem að Brexit kendi okkur og kendi mér var það að það er ekki ætlast til þess að þjóðir gangi út. Það bara var alveg sagt, bara mjög skýrum orðum, sko. Það verður að hafa hlutina þannig að það verði mjög sársökafullt fyrir þjóðir að ganga át. Það sagði, sko, samningamaður Frakkar voru mjög harðir í þessu, sko. Þeir voru ofsalega reiðir yfir þessu. Mjög sérstætt að sjá það. Þjóðir svona höfðu heiminn á sér miklu meira. En það kom svona einhvern veginn bara spratt út mikil reiði hjá mörgum frönskum stjórnmálamönnum. Þegar að bara daginn eftir kosningarnar. En nú ert þú að tala um evruna. Af hverju vil þið í heimsýn ekki taka upp evruna? Þú veist, hvað eru gallarnir þar? Íslenska krónan, er hún alveg... Krónan er ágætt, sko. Ef menn vilja lægri verðbólgu og lægri vexti, þá bara gera stjórnvöld það, sko. Hafa það í forgangi sem að þau hafa ekki alveg haft hingað til, en þau geta gert það. Og það er svo merkilegt að til þess að taka upp evru, að þá þurfa menn að hafa haft lága vexti og mjög litla verðbólgu dálítið lengi. Og þegar að sú staða er komin upp, að þá er ekki þörf á evru. Að því sögðu, og að því sögðu líka sem að alltilega komið fram að íslenska krónan er býsna stöðug, sko. Hún hefur verið stöðug frá því í hrunni, eða síðustu 10-15 ár. Það er gott fyrir svona samfélagi eins og Ísland að vera í þeirri stöð að geta felgengið ef að eitthvað mikið gerist. Eitthvað mikið, síldin hverfur, allir bankar hrynja. Það gerist á Siglufirði. Síldin hvarf á Siglufirði. Já, ég meina síldin hvarf þarna á 7. áratugnum og ég meina það getur auðvitað alltaf verið aflabrestur. Það getur farist kjarnorkukafbátur einhverstað við Ísland og það getur orðið mikið tjón af þessu. Það getur komið eldgos einhverstað sem veldur mjög miklu tjóni meirinn í Grindavík. Þegar sú staða kemur upp, þá er alveg rosalega gott að hafa gjaldmiðil sem að getur lækkað. Annars verður bara stórfellt atvinnuleysi og það er bara sanngjarnt, sko, að högginu verði dreift. En er samt ekki stemming að fá launaseðil og stendur 10,000 euros?
Jú, en ég, þannig alltaf ennþá meiri stemning sko að fá launaseðil sem að segja sko bara 101.500.000 íslenskar krónur sko, það ennþá meiri stemmari. Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem að kannski að reyna að kaupa sér íbúð, svona vexti og svona, skæti það ekki hjálpað okkur? Ég sé það nú ekki alveg sko, það er ekkert sem að svona, það er engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum og algjörlega forsendur fyrir því að gangi í evruna. Það sem hins vegar slæmt það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þess eftir 10 ár. Og það auðvitað mjög slæmt, sko, þá allt í einu stjórnvöld orðin stikkfrí og sem það auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lagi. Þeir reyndar í ólagi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það ekki allstaðar í ólagi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand sko og ég meina einhver þjónn í París sko hann sem að afgreiðir á kaffihúsi og hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð sko fyrir sig og kæristuna sko hann þarf að borga 2 sinnum mánaðarlaunin sín í húsalegu sko 2 sinnum, ekki helmingin af þeim eða eitthvað svoleiðis, 2 sinnum mánaðarlaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum náttúrulega bara svo þau þurfa að búast upp í sveit sko taka lest í 3 korter klukkutíma til þess að komast í En það ekki bara út í að það stórborg skilur eins og í New York það bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan skilur Jú, það auðvitað eins og í New York sko en þetta líka í borgum sem að eru tölvert minni sko sem eru nokkur 100.000 manna innan við 1.000.000 en það alveg hægt að laga þetta sko það ýmsar leiðir sem hægt að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi En mér langar að spyrja þú, Hannes Hólmsteinn og Ólafur Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu en hver er svona aðal í þessu máli? Það náttúrulega helmingurinn af þjóðin á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna sko en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski sko óttist mikið reglugerðarfarganir það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég auðvitað óttast það líka fyrir mér það stórt mál og ég hins vegar sko meira á varðbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann hann segir viti það ég hef ekki trú á því sko að Evrópubúar verði eitthvað öruggari sko með því að smíða 1.000.000 sprengjur í viðbót ég alveg viss það sko það sé bara alveg út í lofti sko ég hef engan skilning persónulega sko á því að Evrópubúar skuli þurfa einhvern veginn að eyða sko 10 sinnum meiri peningi í hernað heldur en Rússar gera nú þegar sko eru Evrópubúar að borga miklu meira fyrir í hermál heldur en Rússar svo ég tæki sem dæmi sko en þetta nú bara mín persónulega skoðun sko Ólafur Ragnar sko hann var nú í alveg marathon viðtalið þarna daginn sko hann nefndi reynda sérstaklega sko þessi lönd sem að ekki hafa tekið upp evru það auðvitað eftirtektarvert að sko það ekkert í tísku að taka upp evru þessi lönd eins og Pólland það átt og já það átt menn vilja hafa þennan sveigjanleika sem að fylgir í að hafa eigin mynd menn vilja hafa hann og sjá greinilega enga kosti í því að taka upp evran auðvitað hugsuð sem tæki til þess að sameina Evrópu. Þetta svolítið svona sérstök samfélagstilraun sem evran Ok, ég skil. Svo erum við með 2 spurningar í lokin. Númer 1 trúir þú að mogginn lýgur aldrei? Þessi var ansi beitt. Mogginn hefur náttúrulega ákveðið sjónarhorn á hlutina og það sjónarhorn okkur öllum kunnugt og það sem mogginn segir svona mótast svolítið af því og ég auðvitað bara harla ánægði með afstöðu moggans til fullveldis Íslands. Morgunblaðið hefur alltaf stutt
fullveldi Íslands og Morgunblaðið halt undir lýðræði og hérna það auðvitað það sem að skiptir máli núna og svo kannski einhver önnur mál sko sem að maður kannski minna sammála Morgunblaðinu, ég skal ekki segja með það sko, það svo margt skrítið að gerast í heiminu núna og eitt af því skrítna auðvitað það að menn hrökkva við þegar kemur hann að forseti í Bandaríkjónu sem svolítið öðruvísi en hinnir en ég meina hann verður farin eftir 2 ár Satt. Og ég meina ekki fyrir við að sko gera einhverja ráðstafanir fyrir Ísland sko sem að kannski gilda í mörg 100 ár bara út af þessum forseta sko, það væri mjög skrítið. Herri, svo seinasta þurftir þú að lesa Brennunjálssögu og hefur hún haft áhrif ef þú ert búin að lesa hana á starfið þitt í dag? Já, ég sko hef lesið hana út af einu sinni og las hana valdakafla úr henni fyrir krakkana mína og það var mjög margt minnistætt í sambandi við það. Ég man til dæmis að sonum minn var mjög lítill þegar ég las fyrir hann frásagnir kafla Gunnar og Hlíðarenda og straxi sagði hann í lok eins kaflan sko, já, þeir voru bara afbrýðsamir, þessir óvinir Gunnars. Hann fattaði þetta sko og þó las ég þetta orðrétt eins og stóð í þeirri útgáfu Borðritafélagsins sem að þar var og straxi var 5-6 ára. Ég finnst Brennunjálssaga ágætt, hún kennir manni nú býsna margt og hún náttúrulega eins og aðrar sögur frá þessum tíma hún kennir manni að það sé nú best að vera ekki að framselja valdið til konunga í útlöndum. Það ekkert gott sem að kemur út úr því að láta einhverja valdamenn í útlöndum stjórna neinu upp á Íslandi sko, það alveg Mér nefnilega finnst þetta ömuleg saga og ég held að hann hafi ekki hjálpað mér neitt í gegnum lífið. Þannig ég bara svona Hvað er þetta að segja? Já. Það bara svona mín pæling. Já, þú vilt ekki Evrópusambandið og ég vil ekki Íslendingasögur í skólum. Það allar sögurnar leiðinlegar. Oh my god, ég á Salka Valka drep. Ertu búin að lesa hana? Það Íslendingasaga? Nei, Salka Valka nú eftir Laxness. Já, hún nú dálítið mikið öðruvísi sko. Mér finnst þetta allt bara alveg sama en hvað með sjálfstætt fólk. Ég hef ekki lesið það. Hún alveg dásamleg sko. Hún þarna eru persónur sem að maður gleymir aldrei sko. Það eru alltaf margar persónur sem eru misskildar í þessum sögum og mig grunar reyndar að Laxness sjálfur hafi ekki alveg skilið það rétt en það er önnur saga. Myndið þú telja heimsýn vera hægri sinnuð samtök? Nei, ég get nú ekki sagt það að það eru harðir sósíalistar þarna, mjög harðir sósíalistar og það svolítið óljóst hvað hægri og vinstri og baráttan sem að gegn orkubökkunum á sínu tíma hún var að verulegu leyti háð af hægrimönnum sem að voru sem háðu þá baráttu á býsna vinstri sinnum forsendum meðal annars að þeir vildu ekki að Landsvirkjun sko yrði bútuð upp og seld einhverjum fyrirtækjum í útlöndum það var ein af ástæðunum Ég sá að þú varst einn af stofnendum Orkunar okkar. Já. Er lífið þitt bara samtök og stemming? Nei, alls ekki sko. Það voru mjög margir í Orkunar okkar sko. Ég var nú fegin þegar því lauk þótt að við hefðum nú tapað í þeirri umferð. Líf mitt ekki þannig sko. Ég átti ekki vona á þessari styrjöld núna sko. Ég átti alls ekki vona á því. Ég nú bjartsýnn á að við vinnum hana og þá verði friður í 10-20 ár og jafnvel kannski bara 100 ár sko, Guð má vita hvað gerist í þessu Evrópusambandi, ég meina þar allt í ólestri sko, þessi stóru ríki þarna í Suður-Evrópu eru svo skuldug að það ekkert að sjá út úr því og endanum að þá verður þeim skuldum með þetta velt yfir á hina með einum með öðrum hætti og það endar komum við að kostnaðinum aftur sko, ég meina það verður auðvitað dýrt fyrir ríku löndin í Evrópusambandinu og talandi það að taka kostnað á sig að þá langar mig til þess að segja eitt sem að ég sagði nú ekki hérna í viðtalinu áðan að mér finnst alveg allt í lagi að við sem erum rík hérna upp á Íslandi að við hjálpum þeim sem eru fátækir en þeir sem eru fátækir eru bara ekki í Evrópu þeir eru ekki í Evrópusambandinu þeir eru í Asíu og þeir eru í Afríku þar sko virkilega þörf á aðstóð en
í þessum svokölluðu fátæku ríkjum í Evrópu eru þó skólar og sjúkrahús og allir fá nú að borða. Þannig að það er svona pínu skrítið sko að fara að eyða miklum peningum í að hjálpa þeim sem eru næst ríkastir sko. Ert þú smá svona stemmingstýpan sem tekur á því kostnað svona þegar þú ert á Kastrup og borga fyrir allt borðið? Fattar þú mig? Já, ég hef stundu gert það, ég borga nú dálítið mikið inn í þessa baráttu líka. Ég fíla. Heyrðu, Haraldur Ólafsson, takk bara fyrir komuna, gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Period.